Skoðum nú tengsl gasjöfnunar og eðlismassa. Hvernig við getum umritað gasjöfnuna til að hægt sé að reikna eðlismassa gasa. Og þá höfum við gasjöfnuna hérna, PV er jafnt og nRT. Og það sem við ætlum að gera er að við ætlum að setja, n eru náttúrulega mól, og úr mólmassajöfnunni má einangra n sem þá massi deilt með mólmassa, m deilt með mv, og við ætlum að setja þetta núna hérna inn í staðinn fyrir n í gasjöfnunni. Þannig að standi PV er jafnt og m deilt með mv, svo að þetta er núna í staðinn fyrir n, og svo erum við ennþá með r og t. Smá umritun og einangrun gefur okkur eðlismassa. Eðlismassa er jú m deilt með v, massi deilt með rúmmáli. Ef við margföldum báðum megin með mólmassanum, fæst mólmassi sinnum þrýstingur sinnum rúmmál er jafnt og massi sinnum gasfastinn sinnum hitastig. Ef ég deili svo með RT hérna báðum megin, þá losnar ég við það. Og ég get líka deilt með vaff báðum megin. Deili með vaff hér, deili með vaff hér, þá styttist vaff út hér, þá er ég með m deilt með vaff öðrum megin og mólmassa sinnum þrýsting deilt með r sinnum t hinum megin. Skrifum þetta upp. Ég er sem sagt með m deilt með vaff, það er jafnt og þrýstingur sinnum mólmassi deilt með gasfastanum sinnum hitastigi. Og hvað er m deilt með vaff? Það er eðlismassi, er ekki? Eðlismassi d jafngildir m deilt með vaff. Svo við erum búin að umrita gasjöfnuna við setjum inn í staðinn fyrir mólin massi deilt með mólmassa, því það jafngildir jú mólum. Umritum hérna aðeins, þannig að við getum einangrað m deilt með vaff sem er eðlismassi, og það er þá þrýstingur sinnum mólmassi deilt með gasfastanum sinnum hitastigi. Þetta þýðir að eðlismassi gasa er háður þrýstingi og hitastigi. Þetta ef ég er með eitthvað ákveði gas, segjum bara súrefni, þá hefur það náttúrulega sinn mólmassa. Ef ég hækka þrýstingin, þá hlýtur eðlismassin að hækka. Ef ég hækka hitastigið, þegar það er undirstriki, þá lækkar þessi tala, þannig þá hlýtur eðlismassin að lækka. Og ef ég er að bera mismunandi gös saman með sama þrýsting og hitastig, þá er það mólmassin einn sem ræður eðlismassa gasins. Því hærri sem mólmassin er, því hærri er eðlismassin. Þannig að við gætum vilja skrifa þetta. Sem sagt, ef ég hækka pílan hérna upp þýðir hækkun, þá þýðir það hækkun á d. Ef ég hækka hitastig, þá þýðir það lækkun á eðlismassanum. Og ef ég er að bera saman mismunandi gös í svona eik mólmassan, eða svona gös sem hafa hærri mólmassa, þá hafa þau líka hærri eðlismassa. Og þessi jafna er mest notuð, þessi útfærsla, til þess að reikna eðlismassa gasa við ákveðnar aðstæður, eða ef við höfum óþekkt gas en höfum tök á því að mæla rúmmál og massa við ákveðið hitastig og þrýsting,
þá getum við reiknað út mólmassa gassins. Þá myndum við einangra mólmassan. R-sinnum T færi hérna upp og P hérna undir með vaffinu. Og alveg eins og í gasjöfnunni þarf að passa einingarnar hér. Ef við erum að nota gömlu einingarnar, við notum þennan gasfasta hérna, og þá þurfum við náttúrulega að hafa rúmmálið, þrýstingin í ATM, og það sem gerist þegar við erum búin að stytta allt út, að þá verður eðlismassin í grömmum á lítra. Ef aftur á móti við notum SI einingarnar, og þá þurfum við náttúrulega að hafa þrýstingin í paskulum, hitastigið að sjálfsögðu alltaf í kelvin, mólmassin náttúrulega mældur í grömm per mól, þannig að mól og kelvin myndu styttast út þessum útrýningum, og þá væri einingin á eðlismassanum, þegar að búið stytta allt út, grömm á rúmmetra, vegna þess að þessi gasfasti gerir á fyrir að rúmmálið sé mælt í rúmmetrum. Þannig að við þurfum alltaf að passa einingarnar þegar við erum að reikna með gasjöfnunni.